Nú ætlum við að halda áfram með kaflan almenn brot og prósent. Við ætlum að skoða núna hvernig við leggjum saman með almennum brotum. Hér sjáum við brot, við byrjum með 2 sjöundu pluss 3 sjöundu. Þegar við leggjum saman brot, þá getum við hugsað þetta sem pizzasneiðar. Við erum með pizzu sem var skorin í 7 bita. Við erum annars vegar með 2 svoleiðis og hins vegar með 3 svoleiðis. Það skiptir engu máli hvað við leggjum saman marga sjöundu bita. Við erum alltaf áfram með sjöundu bita. Það er að segja eitthvað sem var skipt í 7 bita upphaflega. Þannig að við verðum, áður en við getum lagt þetta saman, þá verða nefnararnir, hvað þessi skiptum í marga bita, að vera jafnt. En hér er þetta jafnt, þá þarf ég ekki að pæli því. Þetta eru bara sjöundu bitar. Síðan legg ég saman efri töluna, því ef ég er með 2 svoleiðis og svo 3 legg það saman, þá enda ég með 5 svoleiðis, sem eru 5 sjöundu. Sama í næsta, ég er aftur með nefnaran sá sama, það er að segja 50 hluta, 21 pluss 23 eru 44. Nú myndi einhver haldi ég að væri búinn, en það er ekki, því að þegar það er búið að kenna mann að stytta, þá gerir maður það þegar maður getur. Og getur við stytt þetta? Nei. Næsta 39 70 pluss 31 70, bæði 70 hlutar, en 39 pluss 31 eru 70 og 70 er í raun ekki brot, heldur einn heill. Þegar við leggjum saman heilar tölur og brot, þá höfum við 2 valmöguleika. Það er annars vegar, og það er það sem við gerum nú oftar, það er að leggja saman heilu tölurnar fyrst og svo brotin sérstaklega. Þá myndum við næstu því ekki skrifa þetta bara svona: 3 pluss 2 pluss 1 þriðji pluss 1 þriðji. Megum slíti þetta svona í sundur. Út úr þessum fáum við 5 og 2 þriðji, er það ekki? Hin leiðin, sem ég ætla ekki beint að sýna ykkur á pappi, eða skrifa núna, en ég ætla að segja ykkur frá henni, það er hægt að taka þessa heilu tölu og bæta henni inn í brotið. En í svona dæmi þá gerir það hlutin eiginlega bara flóknari. Sama hér, við fáum 2 pluss 3 eru 5 og síðan fáum við 5 fimmtu, er það ekki? En 5 fimmtu er einn heill. Þannig að 5 og einn heill í viðbót eru 6. Þarna þurfum við að passa að klára rétt. Hér er nefnarinn ekki sá sami. Þá verð ég að lengja. Ég þarf að taka hérna 1 sjötta og margfalda þannig að nefnarinn verði eins og hér. Það er ekki alltaf þannig ég geti tekið bara annan þannig verði eins og hinn, segja það betur á eftir. En ef ég lengi þetta með 2, þá fæ ég 2 tólftu pluss 7 tólftu, er það ekki? Nú er ég komið með 12 hluta og 12 hluta. Það er það sem ég vildi til þess að hafa þetta eins. En af því ég bara lengja, þá er þetta brot jafn stórt og þetta. Það eru bara hærri tölur. Þetta verða 9 tólftu, svo stytti ég með 3 báðum megin og fæ út 3 fjórðu. Þetta sjáu þið eins og við lendum stundum í, við erum með 7. hluta og 12. hluta en við endum með 4. hluta. Það er ekkert athugavert við það, gerist alveg, það lítur svona út. Síðasta dæmið, ég get ekki margfalda 3 þannig að þeir verði 4 og ekki 4 þannig að það verði 3. Þannig að ég þarf að leita mér að tölu. Og það ger ég, nú ætla ég að búa mig til svona krasssvæði hérna út í horni. Það ger ég með því að skrifa upp, tek hærri töluna, sem er þessi töluði 4, og skrifa bara 4 sinni töfluna. Og hvar finn ég tölu? Fyrsta talan sem er líka í 3 sinni töflunni. 12. Ok? Þá ætla ég að láta þetta verða 12.
Og þá þarf ég að margfalda hér með 3 og hér með 4. Það verður pínulítið flókið. En í raun samt ekki. Þá fæ ég 3 hér, 4 hér, 7, 12 og ég get ekkert stytt það neitt.